Já, komið sæl. Róbert Tjekk heiti ég og er aðjúnkt á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ég ætla að fjalla það að kenna dyggð, fyrirgefið hyggindi, sem er ákveðin dyggð samkvæmt Aristótelesi og með platónskri samræðu. Og mig langar að byrja á að setja þetta örlítið í samhengi. Þetta erindi er haldið, efnið er í tengslum við mannkostamenntun sem er svona vinsæl í nútímanum, og þessi mannkostamenntun, þessi tegund af henni sem ég svona er að skrifa innan, byggir mjög á Aristótelesi, og Aristóteles heldur því fram að það sé mjög mikilvægt að kenna hyggindi, eða þess að fólk læri að vera hyggið. En vandinn er að hann segir harla lítið hvernig á að kenna hyggindin, þannig að það er ákveðin svona glíma innan þessa sviðs mannkostamenntunar að hætti Aristótelesar að pæla í því hvernig má kenna hyggindin. Og mín hugmynd er að það sé hægt að nota platónska samræðu, þeir voru þekktist nú, Platón og Aristóteles, og það sé hægt að nota platónska samræðu til þess að svona sem ákveðna fyrirmynd það hvernig megi kenna hyggindi. Og það sem ég ætla þá að tala núna er svona, maður skipti í 4 hluta, það eru 4 glærur sem koma eftir þessari. Það er svona, fyrst ætla ég að tala einkenni aristótelískra hygginda. Svo ætla ég að tala hvernig má sjá að þessi einkenni birtist í samræðu eftir Platón. Og svo ætla ég að fjalla kosti og galla þess að nota platónska samræðu sem svona leið til þess að kenna hyggindi, og að lokum ætla ég að pæla inn svona svolítið í hvernig við getum útfært þetta fyrir skólastofuna. Þannig að ef við byrjum á einkennum aristóteleskra hygginda, þá eru það þessi einkenni helst sem að má finna þar, að ég held. Þessi 3 fyrstu eru svona greining mín á Aristótelesi, eins og Aristóteles talar hyggindi í siðfræði Nikomakosar, og síðasta einkennið er ekki einkenni sem ég ætla að tala beint en ég hefði það þarna með vegna þess að þetta er viðbót frá Kristjáni Kristjánsinni og félögum í grein sem birtist í fyrra, 2019, og meikar alveg sens. Mér finnst þetta alveg ganga að þetta sé hluti af hyggindum, en ég ætla samt ekki að nota eða tala þetta einkenni hér. Ég ætla bara að tala þessi 3 fyrstu, og ég held að þetta 4. einkenni megi alveg koma síðar. En sem sagt, hyggindi felast þá í því að þetta eru þá einkennin að sá sem er hygginn, hann getur greint hagnýtt viðfangsefni, þannig að hann sér eitthvað hagnýtt viðfangsefni og hann getur greint það í hluta. Í hverju felst það? Hvað er aðalatriði? Annað atriði er að pæla einhverju lausn. Þannig að það er einhverju lausn í samræmi við eitthvað almennt markmið. Og hvað þýðir það? Það þýðir bara að þegar við fáumst við einhverja glímu, eins og það til dæmis hvernig við ætlum að vera hugrökk, þannig að við eigum við eitthvað vandamál að stríða, eitthvað viðfangsefni, við vitum ekki hvernig við eigum að hafa okkur. Það kemur þarna í fyrsta, það er hagnýta viðfangsefnið, og þetta snýst hugrekki. Og þá er það spurningin, hvernig finn ég lausn á vanda mínum í takt við hugmynd mína hugrekki. Ef markmiðið er þá hugrekki, hvernig á ég þá að haga mér í þessum tilteknu aðstæðum? Ég er ekki með neitt dæmi hér, ég ætla að nefna dæmi rétt á eftir. Og 3. einkennið er rökræða, það er okkur hæfni í rökræðu, að geta verið fær í að ræða hluti fram og tilbaka og finna lausnina. Og rökræðan er rauninni svona aðferð sem einkennir hin 2 skrefin. Ég ætla að tala það nánar rétt á eftir. Og 4. væri þá að blanda tilfinningunum inn í og stilla tilfinninguna í einhverju skilningi, að hyggindi fjalla ekki bara þennan vitsmunalega hæfileika að greina, finna lausn og rökræða, heldur er þetta líka einhvers konar stilling á tilfinningum.
Og eins og ég ætla ekki að fjalla þann eiginleika núna, ég ætla bara að láta hann liggja milli hluta og fjalla hina. Snúum okkur þá að samræðunni Kríton eftir Platón. Ég ætla þá svo að skoða hvernig við getum séð að rauninni í þessari samræðu sé verið að þjálfa hyggindi í þessum skilningi. Það að segja, öll einkenni sem Aristóteles nefnir hyggindi koma heldur fram í þessari samræðu eftir Platón. Og mér langar fyrst að gefa samhengi. Þetta samræðan byrjað þannig að Sókrates í fangelsi og það nú ekki fyrir hvernig var það eins og við skiljum þetta núna, þá var það rangt að setja hann í fangelsi, en hann var dæmdur til dauða og Kríton vinur hans sem samræðan heitir eftir og hann kemur til Sókratesar og vil hjálpa honum að flýja og segist alla múta fangavörðunum og hjálpar Sókrates þannig úr fangelsinu. Þannig að við skoðum þetta fyrst bara að greina hagnýta viðfangsefnið, að þá það spurningin hvað á ég að gera og þá verkefni Sókratesar að pæli því hvort hann á að flýja úr fangelsinu eða ekki. Það bara verkefnið. Í þessu felst, í þessu hagnýta, ef við erum að reyna að greina þetta hagnýta viðfangsefni, þá þurfum við líka að skilja hvað snýst þetta, hver eru svona aðal viðfangsefnin í þessu. Það ekki, ég þarf að vita hvað ég þarf að skilja til þess að vita hvernig ég á að leysa þetta, hvort ég á að flýja úr fangelsinu eða ekki. Ég þarf að greina eitthvað markmið, að fatta út af hvað gengur þetta. Og Sókrates og Kríton komast að því að þetta snýst borgaralega skyldu. Þetta snýst borgaralega skyldu Sókratesar. Þannig að hvað á hann að gera sem í samræmi við borgaralega skyldu. Það greiningin og hagnýta viðfangsefninu. Þannig að þeir vita, eru ég að flýja eða ekki, og þetta snýst borgaralega skyldu. Annað þá að finna lausnina og sem þá í samræmi við þessa borgaralegu skyldu. Og þá eiginlega, eins og ég skil þetta tvennt sem við þurfum að hugsa Fyrsta lagi ég, hvernig skil ég dygðina, þessa borgaralegu skyldu, það markmiðið, að vera í samræmi við hana. Og þá þarf ég að hafa einhverja skilgreiningu eða lýsingu á þessari skyldu, þessari borgaralegu skyldu, sem að hjálpa mér að taka þessa ákvörðun. Og hérna þetta tveir möguleikar. Annarkvort get ég þekkt þetta markmið mjög vel, ég get þekkt þessa borgaralegu skyldu bara mjög vel, eða þá að ég þekki hann ekki. Ég veit að þetta snýst borgaralega skyldu, en það ekki víst að ég viti hvað hún Ég skil ekki hvernig ég á skilgreinina eða hvernig ég á lýsinni. Og þá erfitt fyrir mig að taka ákvörðun. Þannig að ef ég veit hver hún að þá get ég einfaldlega að fara í númer B, í 2B, sem bara hvernig haga ég mér í samræmi við dygðina. En ef ég veit ekki hver borgaralega skyldan þá þarf ég að ræða það. Þannig ég þarf að byrja á því. Og það svoleiðis í þessari samræðu, þeir þarf að ræða heilmikið það hver borgaralega skylda og í ljósi þess þeirrar umræðu, ég ætla ekki að fara út í hana, en í ljósi þeirrar umræðu komast þeir að því að það sé skylda Sókratesar, borgaralega skylda, að flýja ekki úr fangelsinu. Þannig að það niðurstaðan. Þannig að án þess að fara eitthvað í nákvæmlega hvernig þetta gerist, þá þetta svona það sem að þeir fara í gegnum. Nú að lokum það svo aðferðin, rökræðan, og aðferðin þá rauninni það sem notað í 1 og 2. Þess að það einhver rökræða sem að ég leyfi mér að skilgreina sem það að skoða möguleika. Þannig að ég ætla ekki að fara í þetta rauninni eitt helsta framlag Platóns, það bara hvernig maður rökræðum, hvernig við tölum saman. En ég vil bara segja að þetta rauninni aðferðin sem við notum í 1 og 2 og felst held ég aðalega í því að skoða möguleikann. Nú, ef við kíkjum þá svona helstu kosti og galla þess að nota platónska samræðu til þess að fjalla hyggindi eða lýsa hyggindum, að þá oftast í samræðum Platóns ákveðið hagnýtt viðfangsefni. Það ákveðið svona hagnýtt samhengi í samræðum Platóns. Þannig að ég held að mig alveg tikki í það bóks. Það að þessi eiginleiki til staðar, mjög gjarnan. Ef við komum með eiginleika 2 sem svona markmið og finna hagnýta lausn, að þá má segja að umræðan í samræðum Platóns
fari oft mest í markmiðið, þess að dygðina, oftast er það dygð, og hagnýta lausnin verði svolítið út undan. Þannig að þess að dæmi er að það við fjöllum eitthvað, við vitum að þetta hagnýta viðfangsefni fjallar eitthvað dygð, og við vitum ekki hvað við eigum og við vitum ekki hvað við eigum að gera, við vitum að þetta fjallar þessa dygð, við reynum að fjalla það hvað dygðin er, en við komumst ekki að niðurstöðu. Það er yfirleitt ástæðan fyrir við komumst aldrei í B, við komumst aldrei að niðurstöðu hvað dygðin er og þess vegna getum við aldrei tekið hagnýta niðurstöðu eða fengið hagnýta niðurstöðu. Við vitum ekki hverja lausnin verður. Og þannig að það er ákveðið svona vandamál í Platóni, má segja. En hins vegar, og þá komum við þessu þriðja, að rökræðan sem við notum í A og B, annars vegar í því að finna dygðina sjálfa, að skilgreina eða lýsinni, og aðferðin sem við notum við hagnýtu lausnina þær eru ekkert eðlis ólíkar. Við erum að nota nákvæmlega sömu aðferð við að lýsa markmiðinu og það að finna hagnýtu lausnina. Þannig að það er ekkert því til fyrirstöðu að gera bara þó að Platón vanræki í þetta að finna hagnýtu lausnina, þá er ekkert því til fyrirstöðu að við gerum það í kennslustofunni. Þannig að þó að þetta vanti kannski svolítið í margar samræður Platóns, að þá getum við gert það í kennslustofunni. Annað sem ég svo nefna að Platóns samræða er sem sagt rík af alls konar aðferðum og viðmiðum, og ég hef búin að nefna það eins, en ég ætla ekki að fara í hvaða viðmið það eru. En það er ýmislegt þar sem má nota til þess að pæla í því hvernig við, eða hafa svona sem viðmið það hvernig við eigum að tala saman í samræðum. Ok, ég ætla svo að kíkja aðeins inn í skólastofuna, bara rétt aðeins, þess að hvernig gerum við þetta þar, og þar má spyrja hvernig hagnýt viðfangsefni erum að fást við og frá hverjum koma þau, og við getum spurt þá, ef við getum svarað þá erum að fást við að kaupa eitthvað til dæmis, kaupa eitthvað dót, á ég að kaupa þetta eða kaupa hitt eða hvað, eða við getum fjallað til þessum siðferðilega vanda, eða hvers konar viðfangsefni eigum við að vera að fjalla hvers konar hagnýt viðfangsefni. Og svar mitt er að hyggindi geta alveg fengist við bæði. Það er engin ástæða til þess að einskorða sig við annað, þó að siðferðilegur vandi sé kannski eitthvað sem við höfum meiri áhuga á gjarnan í kennslustofunni. Frá hverjum koma þessir hagnýtu viðfangsefni, við getum hugsað okkur algjörlega að það komi frá kennara eða námsefni, að það getur líka komið frá nemendum, og þar má til dæmis hugsa sér það þannig að það byrja á að koma frá nemenda og námsefni, frá kennara eða í námsefninu, og svo kannski þegar nemendur eru komin í lengra þá getur þeir sjálfir komið með hagnýtt viðfangsefni til að fást við. Varðandi númer 2, eru markmið, dygðir, reglur, viðmið gefin eða ekki, er þetta eitthvað sem kennarinn lætuðu hafa og svarið við, og af því að þið munið að við getum fjallað við getum vita hvert markmiðið er, eða það getur verið við vitum það ekki, og við getum hugsað til dæmis að kennarinn gefi bara skilgreiningu á markmiðinu, þannig að nemendur þurfa bara að taka hagnýta viðfangsefnið miðað við skilgreininguna og þá er þetta komið, eða þá reyna þau að finna lausnina út frá því. Það er að gera bæði hérna. Og hvernig fyrir okkur það fram? Það er auðvitað bara eins og, er það 2 og 2 saman, er það stærri hóp, er það með eða án kennara? Þetta er reyndar eitthvað sem Platón talar og hjá honum eru það yfirleitt 2 og 2 saman. Og en það er auðvitað hægt að nota samt það sem hann segir til þess að tala saman í stærri hópum. Og eins þarna með samræðureglurnar, það er þá bara eitthvað af þessum reglum sem ég hef ekki talað sem við getum notað frá Platóni. Það er alls konar svona þumaplutareglur sem við getum vísað í. Já, þá held ég bara að þetta sé komið. Takk fyrir.